Komið sæl. Við ætlum í upphafi að hafa hérna helgistund og við byrjum á því að signa okkur og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og svo biðjum við saman: vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Og nú ætlum við að syngja úr bókinni, salmabókinni, númer 861, Kom voldugi andi. Og hún Lenka ætlar að spila undir. 861, Kom voldugi andi. Ég ætla að lesa hér úr Postulasögunni, öðrum kaflanum. En með öruggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þið krossfestuð hefur Guð gert bæði að drottni og Kristi. Menn heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina apostulana: hvað eigum við að gera, bræður? Pétur sagði við þá: takið sinnaskiptum og látið skýrast í nafni Jesú Krists, svo að þið öðlist fyrirgefningu syndanna og gjöf heilags anda. Þegar ykkur ætlað fyrirheitið, börnum ykkar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð vor kallar til sín. Og með öðrum fleiri orðum brýndi hann þá og hvatti og sagði: látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þau sem veittu orði hans viðtöku tóku skírn og þann dag bættust við 3000 sálir. Þau ræktu trúlega fræðslu postulana og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Þannig hljóðar
hið heilaga orð úr postulasögunni öðrum kaflanum. Postulasagan segir okkur frá fyrstu dögum kirkjunnar og þetta var annar kaflinn og í fyrsta kafla er sagt frá því þegar að andinn kom yfir fólkið og þess minnumst við á hvítasununni og köllum það stofndag kirkjunnar. Í Sálmabókinni í 2007 útgáfunni eru formálar eða inngangur að öllum ritum Biblíunnar og hér stendur postulasöguna að hún sé framhald Lúkasar guðspjalls og segir frá því hvernig fagnaðarerindið hinn uppreisna drottins breytist út frá Jerúsalem Júdeu til Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Og ég bæti þá við hérna og allt til okkar hér í dag. Hún hefst með frásögn af uppstigningu Jesú og sendingu heilags anda á hvítasununni og tengist þannig niðurlagi Lúkasar guðspjalls. Höfundurinn Lúkas var einn af samferðamönnum Páls og segir mest af ferðum hans en minna af ferðum annarra svo sem Péturs. Hann segir frá lífi hins fyrsta kristna safnaðar og hvernig nýjir söfnuðir voru stofnaðir í landinu helga og síðan utan þess í Antíokkíu, borgum Litlu Asíu, Grikklandi og í sjálfri höfuborg rómverska heimsveldisins. Og þannig er sagan rekin hér í inngangi að ritinu. Og það er gott að hafa þetta í huga þegar við lesum postulasöguna sem segir okkur frá stofnun kirkjunnar hér í heimi og fyrstu dögum hennar sem hefur lifað hér í þessum heimi í 2000 ár eða svo. Og við erum svo heppin að fá að vera hluti af þeirri sögu og móta þá sögu eins og kirkjuþingi gerir á hverju ári. En við skulum biðja. Guð, Faðir á himnum, lof og þökk sé þér fyrir hvíld næturinnar. Lof og þökk sé þér fyrir nýjan dag. Lof og þökk sé þér fyrir alla ást þína, alla gæfu og trúfesti sem við njótum í lífi okkar. Þú hefur gefið okkur svo margt gott. Látt okkur einnig þiggja hið erfiða úr hendi þinni. Þú leggur ekki meira á okkur en við fáum borið. Þú lætur allt samverka börnum þínum til góðs. Drottinn, þú sem gengur með okkur lífsveginn, verndar okkur og styður. Við felum þér 64. kirkjuþing þjóðkirkjunnar. Við biðjum þess að andi þinn leiði þingfulltrúa í störfum sínum, fólkinni í kirkjunni til blessunar og heilla. Gef okkur auðmýkt, visku og kraft til að taka farsælar ákvarðanir og eiga kærleiksríkar umræður. Vertu með okkur í dag og alla daga í Jesú nafni. Við felum þér allt okkar líf, allt okkar ráð og dáð og biðjum með bæninni sem þú kenndir, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í Jesú nafni. Amen. Og nú skulum við syngja sálminn 848, Allt sem Guð hefur gefið mér. Yeah.
64. kirkjuþing hinnar íslensku þjóðkirkju er sett. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson, biskups Íslands, frú Agnes M. Sigurðardóttir, vígslubiskupar, núverandi og fyrrverandi og makar, fyrrverandi forseti kirkjuþings og maki býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessa setningarathafnar hér í Háteigskirkju. Sérstaklega vil ég bjóða dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson velkomin og þakka þá vinsemd sem hann sýni kirkjuþingi með því að vera hér í dag. Þetta er svo einkennilegt að þegar ég var að semja mína ræðu þá opnaði ég sálmabókina og ég hitti akkúrat á þennan sálm sem við vorum að syngja núna áðan eftir að Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson. Og ég ætla að fara með fyrsta erindið og það síðasta. Allt sem Guð hefur gefið mér, gróður jarðar, sólarsýn, heiðan og víðan himininn, af hjarta ég þakka og bið. Lifandi Guð, láttu mig finna þig. Allt sem Guð hefur á mig lagt mér ljúft að glíma við, taka í sátt og tefla djart og treysta leið og ég bið. Lifandi Guð, láttu mig finna þig. Nýtt kjörtímabil kirkjuþings er hafið en kosið var til þingsins nú í vor og erum við nú að koma saman í fyrsta skipti samkvæmt hefð. Þessu þarf að breyta, því að eðlilegt er að nýkjöri kirkjuþing komi saman fyrr eða fljótlega eftir að kjörstjórn hefur gefið út kjörbréf. Í þessu efni er hægt að taka mið af Alþingi. Það er ánægjulegt að bjóða nýja fulltrúa sem nú setjast á kirkjuþingi fyrsta sinn velkomna. Einnig er ánægjulegt að bjóða velkomin til kirkjuþings í nýju hlutverki nýkjörinn vígslubiskup á Hólum, séra Gísla Gunnarsson, fyrrum kjörinn kirkjuþingsfulltrúa og kirkjuráðsmann og óskum við honum velfarnaðar í sínu mikilvæga starfi fyrir þjóðkirkjuna. Kirkjuþing hefur æðsta vald í málefni þjóðkirkjunar, þar með talið fjárstjórnarvald. Á okkur hvílir sú skylda að við vinnum af heilindum með hag þjóðkirkjunar að leiðarljósi. Við sem kjörin erum til kirkjuþings berum mikla ábyrgð á því að öll umgjörð starfið sé vönduð og starfsreglur séu góðar, einfaldar og markvissar, þannig að það sé skýrt hvernig á að starfa eftir þeim. Okkur trúa fyrir þessu mikilvæga verkefni. Með viðbótarsamningi þjóðkirkjunnar og ríkisins frá því 7. september 2019 og gagngerð endurskoðun löggjafar þjóðkirkjuna í framhaldi af því hefur kirkjunni verið gefið frelsi til að starfa á eigin forsendum. Tekjustofn kirkjunnar til næstu ára, hvað varðar laun vígðraþjóna, yfirstjórnar kirkjunnar og rekstrarkostnað, traustur og fyrirsjáanlegur. Og auðveldara en áður að skipuleggja starfið í bráð og lengd. Kirkjuþing ber nú ábyrgðina á veraldlegum málum en biskupsembættið skal einkum sinna hinum andlegum málum og fræðslu. Samstarf á milli þings og biskups að sjálfsögðu lykilatriði til farsældar og velferðar kirkjunni í framtíðinni. Þessu nýju skipulagi fylgja skyldur og ábyrgð. Ábyrgð á stefnu kirkjunnar, meginþáttum starfa hennar, skipulagi, ráðstöfun fjármuna, en ekki hvað síst á hendi kirkjuþings, þó að söfnuðirnir, grasrót kirkjunnar og vígðiþjónar sinni nú sem nær þjónustu við fólkið í landinu. Við þurfum fyrr en síðar að huga að því hvað við ætlum að skila til næstu kynslóða. Einungis 14 ár eftir að gildistíma viðbótarsamningsins. Það jafnmörg ár og liðin frá þeim erfiðu samdráttarárum í íslensku hagkerfi sem hófst árið 2008. Kirkjuþing síðasta kjörtímabils 2018 til 2022 axlaði sannarlega ábyrgð sín á tímabilinu og setti meðal annars á laggirnar nýja stjórnskipan kirkjustjórnarinnar og nýjar starfsreglur mikilvæga starfsþætti kirkjunnar. Má þar nefna starfsreglur söfnuð og sóknarnefndir, fjármál kirkjunnar, þjónustumiðstöð kirkjunnar sem hét áður biskupsstofa,
kjaranefnd og fleira. Þessu umbótastarfi er þó hvergi nærri lokið og mun nýtt kirkjuþing þurfa að axla ábyrgð á áframhaldandi mótun nýs skipulags og verkferla. Við höfum 14 ár til að bregðast við og verðum að nýta þau ár vel. Á hverju ári gefur Þjóðskrá upp tölur hve margir í þjóðkirkjunni og í öðrum trúar- og lífsskoðunarfélögum. En við vitum það að þessar tölur segja ekki allt og við vitum það að það eru hátt í 100.000 manns innfluttir til Íslands og það aldrei tekið með í þessum tölum. Það fólk ekkert að skrá sig í kirkju, endilega nema kannski örfáir. Því miður hefur fækkað í kirkjun okkar og við því verðum við að bregðast. Fyrir kirkjuþingi liggur tillaga frá vígslubiskupnum á Hólum að skipa 3 manna starfshóp sem hafi það hlutverk að kanna hvernig best sé að halda utan skráningu sóknarbarna í þjóðkirkjuna. Starfshópurinn verði prestum og öðru starfsfólki þjóðkirkjunar til ráðgjafar í þeim efnum. Tillagan sem hér flutt fjallar fyrst og fremst skráningu þjóðkirkjuna og í mörgum tilfellum skráningu ábótavant og koma þar þeim málum í sem best horf. Til dæmis fylgir skírn ekki endilega skráningi þjóðkirkjuna og dæmum það fyrir fjölgandi. Áður en sókn hafin til þess að fjölga sóknarbörn þjóðkirkjunar þurfa skráningarmálin að vera í lagi. Einnig þarf að huga félagatali þjóðkirkjunar. Öll þekkjum við reglubundnu tilkynningarnar frá Þjóðskrá fækkun í þjóðkirkjunni. En auðveldasta leiðin til að stemma stigu við þessu að hafa skráningunni í lagi og bæta svo hið góða starf kirkjunar með ýmsu móti. Brýnasta verkefni kirkjunar þessar mundir að endurheimta traust og trúnað og ná til þeirra sem á einhverjum ástæðum hafa ekki talið sig lengur eiga samleið með þjóðkirkjunni. Allt kirkjufólk verður að leggjast á eitt, ekki síst kirkjuþing, sem verður á hverjum tíma leita allra leiða til að styrkja ásýnd og stöðu þjóðkirkjunar í samfélaginu. Við erum að huga að ímynd þjóðkirkjunar og lyfta upp öllu því góða og fjölbreytta starfi sem framfer á vettvangi kirkjunar. Við erum miklu duglegri við að koma á framfæri jákvæðum fréttum. Við verðum að horfa fram á við og ekki gefa allt eftir. Kirkjan þarf á hverjum tíma sjálf að íhuga hvert hlutverk hennar í samfélaginu. Samfélag kirkjunar og þáttaka í þjóðlífinu birtist í samúð og umhyggju fyrir öðrum. Það birtist í fjölbreyttu sjálfboðastarfi fólksins í söfnuðunum og í fjölbreyttu barna- og unglingastarfi, starfi kórana, starfi með eldri borgurum, styrkur trúarinnar mótar viðhorf okkar og hegðun og birtist í umhyggju, samúð og kærleik fyrir öðrum. Að finna til með öðrum gerir okkur ljóst að við erum ekki ein. En hlustum við á grasrótina sem allt safnað fólkið í landinu? Því að söfnuðirnir eru kjölfestan í kirkjunni. Hvað getur þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar gert til að styðja söfnuði landsins betur en gert í dag? Það kominn tími til að setja í forgang fræðslu og þjónustu við söfnuði landsins. Í nýjum lögum þjóðkirkjuna frá 2021 meðal annars kveðið á að veita beri vígða þjónustu allt land. Það sameiginlegt verkefni okkar að efla og styrkja kirkjuleg starf í landinu. Kristin trú hefur verið kjölfesta í sjálfsmynd okkar. Innan kirkjunar mikill mannauður sem birtist meðal annars í því mikla og óeigingjarna sjálfboðastarfi safnaðanna sem fer fram allt land alla daga ársins. Fyrir 64. kirkjuþingi liggja drög nýrrar og afar metnaðarfullrar fræðslustefnu sem biskup Íslands leggur fram. Í stefnunni litið til þess ástand sem ríkir í samfélaginu vegna langvarandi ágjafar og afleiðinga af völdum heimsfaraldurs, stríðsátaka og þeirra ógnar sem starfa af loftslagsbreytingum. Leið tekið mið af því álagi sem kirkjan sjálf hefur orðið fyrir vegna þjóðfélags- og stjórnsýslulegra breytinga á undanförnum árum. Í stefnunni kemur fram að huga þurfi sérstaklega starfsfólki sem sjáu fræðslu og safnaðarstarf. Það gert annars vegar með því að útvega aðgengilegt fræðsluefni,
en hins vegar með námskeiðum og fundum lausnamiðaða nálgun þegar kemur að uppbyggingu og framkvæmd fræðslu og safnaðarstarfs. Heildarmarkmið fræðslustefnunnar byggja á þáttum sem snúa að eflingu og vexti kirkjustarfs annars vegar og framlagi kirkjunnar til samfélagsins hins vegar. Því eru lagðir til 3 markmiðs- og matsþættir sem hafðir verða að leiðarljósi: tengsl, vöxtur, framlag. Tengsl vegna þess að án tengsla við samfélagið verður kirkjan jaðarsett. Vöxtur því að kirkjan vill að þau sem hana sæki vaxi og eflist sem einstaklingar leið að kirkjustarfið í allri sinni fjölbreytilegu mynd nái að dafna. Síðast en ekki síst það framlag kirkjunnar til samfélagsins. Kirkja í nútíma samfélagi verður að gera sig gildandi og gera gagn. Framlag kirkjunnar með þessari fræðslustefnu að stuðla að geðrækt og andlegri uppbyggingu fólks á öllum aldri. Það því ástæða til bjartsýni því að sterk kirkja, hún staðnar ekki. Að lokum þetta. Okkur sem erum kosin til að fara með stjórn þjóðkirkjunnar falið mikilvægt verkefni sem okkur ber að sinna af alúð og vandvirkni. Vöndum okkur, beri virðingu fyrir verkefnum okkar og samstarfsfólki okkar. Megi störf okkar á kirkjuþingi verða til blessunar fyrir þjóðina og þjóðkirkjuna. Biskup Íslands, forseti kirkjuþings, kirkjuþingsfulltrúar og aðrir gestir. Það mér sönn ánægja að fá að ávarpa þessa mikilvægu samkomu og ég færi kæra kveðju frá dómsmálaráðuneyti, ráðuneyti kirkjumála og öllum þar sem þar starfa. Ég bið ykkur velvirðingar á því að hafa verið með einhvern veginn rangan tíma á þessum fund okkar hér. Ég held ég ætti að mæta hér 11. Við sátum hér, ég og 2 miðaldra kallarnir í ráðuneyti áðan, ég og aðstoðarmaður minn, rúmlega miðaldra kallar, og vorum í rólegheitunum að fara yfir svona þau skilaboð sem ég langaði til að deila með ykkur hér í dag þegar að Drífa hringdi og þá var útkall. Ég þurfti að drífa mig á stað og þá var náttúrulega bílstjóri með rafmagnsbílinn hleðst út í bæ. Svona getur nútíminn hitt mann. En þeir sem að þekkja mig kannski hvað best, fjölskylda mín og aðrir telja sig vita að ég sé trúaður maður. Og sjálfur tel ég mig trúa, þó ég hafi nú oft efast og leitað svara. Og það eðli trúar að á hana reynir og hún þróast og þroskast og tekur blæbröðum eins og lífsvegferð hvers og eins. Og það sjálfum sér auðvelt að segjast vera trúaður, fara með trúajátninguna með sjálfum sér og öðrum. En það fyrir mér eru þær stundir þar sem að gleðin innra tekur völdin yfir öðrum tilfinningum. Maður grætur jafnvel yfir sorginni. Það þá sem ég finn að ég innilega trúaður. Og það þarf oft íhugun og vinnu til að minna sig á og ná þessari tengingu. Það allavega mín reynsla. Ég viss að allir hér inni vita hvað ég á við, þó að ég eigist kannski aðeins í erfiðleikum með að festa það í orð. Kristileg gildi og trúin í eðli sínu kannski ákveðin heimspeki, íhugun sem snýr að samhengi hlutana og tilverunar, hvernig samfélagið byggt upp og hvað heldur því saman. Eins og með aðra speki þá verður hún dýpri því meiri tíma sem að nemandinn ver við íhugun og fræðslu. Því eldri sem að ég verð, því betur sé ég hvernig trúin gagnast á öllum vígstöðum lífsins og hvernig það eru hliðstæður milli þess að rækta trúna og annarra verkefna. Þegar ég var fjárbóndi norður á Barkastöðum í Miðfirði, það sem eftir ég síðan best veit, skáldrósa jörðuð, á Efra Núpi. Fyrir 40 árum að þá var vinnudagurinn langur og hver dagur snýr að því að rækta jörðina, búið og nærsamfélagið.
Þar eru auðvitað ekki allir svo heppnir að fengið að starfa sem bændur, en það hafa allir þó sinn garð að rækta. Sá garður kann að vera fjölskylda, atvinna, nú eða annað sem að fólki er kært. Við búum ju öll í einhvers konar samfélagi. Og til þess að geta rækta samfélagið í kringu sig er mikilvægt að hafa rækta sinn innri garð fyrst. Það má segja að við þurfum fyrst að taka til innandyra áður en að við stígum utandyra og ætlum að breyta samfélaginu. Stundum finnst mér eins og skortur sé á þessu í dag og kannski ekki síst nú stundir. Þetta ber ekki að skilja í sjálfu sér þannig að ég lít á trú sem nauðsynlegan undanfara þess að geta verið góður og gegn samfélagsstefn. En það er mikilvægt að velta samhengi hlutana fyrir sér, einhver aðra sem ber fyrir augun hverju sinni. Við erum svo vanmáttu í ólgusjó lífsins og trúin á æðri mátt styrkir okkur og hjálpar, andstreymi og mótlæti er nefnilega hluti af lífinu. Í þessum efnum spilar trúin og þá kirkjan lykilhlutverk sem leiðandi afl í kristinni trú og þeim boðskap sem okkur er kær og svo mikilvægur. Ég er sjálfur ævilega þakklátur fyrir það framlag sem kirkjan hefur haft til míns lífs og þroska og grunnurinn var ekki síst lagður í sumarbúðum þjóðkirkjunnar, í Skálholti, í Reykholti og Kleppjárnsreykjum, þar sem ég dvaldi sem ungur drengur, og það var líka gott að vera í Vatnaskógi. Ungur nemur sér gamall temur og það er ástæða til að hvetja ykkur forystu fólk þjóðkirkjunnar til dáða þegar kemur að ungmennastarfi. Ekki síst í ljósi þess hve fræðslan og nándin við það starf hefur horfið svona úr almennu daglegu lífi okkar og sérstaklega hjá ungu fólki í kringum skólastarfið. Það þarf að fylla það skarð að mínum mati sem þar hefur myndast. Það felur sóknarfæri því fyrir kirkjuna að vinna með ungu fólki. Og ég held að eftirspurnin eftir því starfi sem er í gangi, svo til að mynda við horfum til starfsins í Vatnaskógi, þá sjáum við að það er mikil eftirspurn eftir því að taka þátt í slíku starfi. Það eru tækifæri. Það hafa á síðustu árum verið stigin skref í þá átt að gera þjóðkirkjuna að öflugu og sjálfstæðu trúfélagi í stað opinberrar stofnunar. Ég tel felast í því mikil sóknarfæri fyrir þjóðkirkjuna. En veldur hver á heldur. Prestar og aðrir starfsmenn kirkjunar eru ekki lengur opinberir starfsmenn, þó margir þeirra sem þjónað hafa lengi haldið réttindum sínum sem ber að virða. Það fylgir þessum breytingum mikil ábyrgð sem kirkjan þarf og á að gefa fordæmi og leiðbeina í ólgusjó dagsins. Það er mikilvægt að missa ekki þá jarðtengingu og yfirvegur sem Kristur kennir okkur og boðar í samskiptum manna. Þau grunngildi kristinna trúar eru í raun grunngildi lýðræðis og réttlætis í okkar samfélagi. Góður starfsandi er allri starfsemi eitt af mikilvægasta til að ná árangri. Þar er kirkjan ekki undanskilin. Framhjá því verður ekki horft að staða þjóðkirkjunar hefur veikst á undanförnum árum. Að þessu verður að hyggja því mikilvægi kirkjunar og starfsfólksins verður að mínu mati seint ofmetinn. Verið miskunnsöm eins og faðir yðar er miskunnsamur. Dæmið ekki og þér munuð eigi dæmt verða. Sakfellið eigi og þér munuð eigi sakfellt verða. Fyrirgefið öðrum og Guð mun fyrirgefa yður. Ég upplifi strauma dagsins þannig því miður að þessi boðskapur og mikilvægt gildi hans sé að gefa eftir í okkar samfélagi. Kirkjan og þjónar hennar eiga og verða að vera leiðarljós og áminning til okkar hinna að kristin gildi sem samfélag okkar byggir á séu í heiðri haldin. Þjónar kirkjunar eru í mörgum tilfellum stólpar í sínu samfélagi, tengja saman margar kynslóðir sóknarbarna. Þetta er síður en svo auðvelt verkefni að leysa, en það verður að takast á við það og leysa það á hverjum tíma.
Lykilatriði í auknu sjálfstæði kirkjunnar er einnig að kirkjuþingi hefur verið falið æðsta vald í málefnum kirkjunnar, þar með talið fjárstjórnarvald. Það er því mikið ábyrgðarhlutverk að vera fulltrúi kirkjuþings. Ákvarðanir teknar á þessu þingi varða okkur öll sem búum í þessu landi. Þessi þróun, þessi breytta tillögun að draga sem mest úr afskiptum ríkisvaldsins í málefnum kirkjunnar er að mínum mati skynsamleg. En með þessari þróun reynir meira á samstöðu og samvinnu innan kirkjunnar. Og vafalaust mun ágreiningsmál koma upp nú sem fyrr, en með réttu hugafari og málefnalegri umræðu þarf það ekki að vera merki um óeiningu, heldur eðlilegan þroska í félagslegri þróun starfsins. Þar sem miklir hagsmunir eru í húfi og fólk hefur mismunandi skoðanir og oft eru þær skoðanir sterkastar og samfæringin hvað öflugust þegar samfélagsleg málefni eru rædd fremur en fjárhagsleg. Þannig eru hlutafélög oft rekin í hinum mesta rólindi á meðan stjórnmálafélög oft vegna valdabaráttu geta loga stafna á milli. Í góðu starfi tekst þó oft að leiða ágreining í jörðu þannig að fólk skilji sátt frá borði, samfélaginu til heilla, en því miður verða afleiðingarnar alvarlegar af slíkum deilum og langan tíma tekur að vinna traust tilbaka. Þegar ég horfi á þann hóp sem að hér situr, þá er ég viss að þeir ágætu þingfulltrúar sem hér er í dag hafa sterka sannfæringu og trú á mikilvægi þess að kristilega gildi gefi ekki eftir í okkar samfélagi. Með samstöðu munum við valda því hlutverki vel. Góðir áheyrendur, því verður ekki neitað að Íslands samfélag stendur í miklum breytingum. Samfélagsskipan hefur breyst og mun breytast á næstu árum. Það eru umróta tímar í alþjóðasamfélaginu. Það geisar stríð í Úkraínu á skala sem ekki hefur sést síðan í heimsstyrjöldinni. Milljónir manna eru á flótta frá hörmungum og stríði. Þetta felur í sér miklar áskoranir og tækifæri, bæði fyrir þjóðina og kirkjuna. Hinn kristilegi kærleikur og boðskapur Jesú Krists er boðskapur hinna undirokuðu, þeirra sem þurfa á hjálp og eiga réttlæti skilið. Við þurfum að mæta þessum hópi sem þarfnast aðstoðar af mannúð og kærleika. Biblían segir okkur sögur fólk og þjóðir á flótta. Það má jafnvel segja að þetta sé eitt af megin þemum Biblíunar. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir, því þeirra er himnaríki. Því hungraður var ég og þér gáfu mér að eta, þyrstur var ég og þér gáfu mér að drekka, gestur var ég og þér hýstu mig, nakinn og þér klæddu mig, sjúkur og þér vitjuðu mín, í fangelsi var ég og þér komu til mín. Í mínum huga er engin vafi hverjar okkar skyldur eru samkvæmt hinum kristilega boðskap. Við þurfum að leggja okkar að mörkum í samræmi við getu og hagi. Ég fer ekki grafgötur með það hjálparúrræði ríkisins standa tæpt þessa mundir. Slíkur er sá fjöldi sem leitað verndar hér á landi. Fyrir stuttu var fyrsta fjöldahjálparstöðin opnuð og leitað er að húsaskjólum landa allt til að hýsa þá sem hjálp þurfa. Við eigum ekki að vera feimin við að ræða þessa stöðu. Það álag og þann þrýsting á kerfin okkar sem þetta skapar. Því öðruvísi náum við ekki árangri í að hjálpa þeim í meira mæli sem hjálpar eru þörf. Kirkjan hefur síðastliðið ár stigið fast fram í þessar umræðu og skotið skjólshúsi yfir bástata. Líklega hefur þörfin fyrir aðstoð kirkjunnar í þessum efnum aldrei verið meiri. Þeir sem hingað koma er ekki bara fólk sem vantar skjól, því vantar einnig föt og mat og húsgögn og í mörgum tilfellum sáluhjálp. Enda er þetta fólk sem ýmislegt hefur mátt þola. Ég hvet því kirkjuna til að leggja krafta sína að fullu til liðsinnis við mikla verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Kirkjan er ein mikilvægasta hjálparstofnun þjóðarinnar, býr yfir miklum mannúð og reynslu í þessum efnum. Það er þar sem við sofnum saman og erfiðum stundum í okkar samfélagi, í skjóli kirkjunar. Ég er viss að við leggjumst eitt og eitt, þá munum við koma sterkar út á lokum. Það er hinn kristilegi kærleikur.
Kæru fulltrúar kirkjuþings, framundan er þing sem ég vona verði bæði árangursríkt og farsælt. Ég ítreka óskir mínar árangursrík störf í þágu þjóðar og kirkju. Nú flytur ávarp frú Agnes M. Sigurðardóttir biskup Íslands. Dómsmálaráðherra, forseti kirkjuþingsfulltrúar, vígslubiskupar og góðir gestir. Ég þakka söngmálastjóra og tónlistarfólki fyrir þeirra þátt í helgistundinni hér áðan. Það setur tóninn fyrir kirkjuþingið að setja nýtt þing í kirkju og hefja það með helgri stund. Það minnir okkur á í hvers nafni við komum saman og hver tilgangurinn er með slíku þingi. Kirkjuþingið, starfið sem unnið er hjá þjónustumiðstöðinni sem áður var í daglegu tali kölluð biskupsstofa og það sem unnið er af sóknarnefndum í landið allt á að styðja við erindi kirkjunar sem er að boða fagnaðarerindið. Það er eina erindi kirkjunar í þessum heimi að koma kærleiksboðskap Jesú Krists til samferðamanna og komandi kynslóða. Við orðum það stundum þannig að kirkjan sé ekki af þessum heimi en starfar svo sannarlega í þessum heimi. Þess vegna hefur oft á tíðum reynst erfitt að setja umgjörð kirkjulegt starf og finna regluverki farið veg hjá fyrirbæri sem er hvorki fyrirtækinu stofnun. Þjóðkirkjan er hvorki fyrirtækinu stofnun, hún er trúfélag. Félag þess fólks sem vill halda á lofti kristinni lífsýn og fylgja leiðtoganum Jesú Kristi. Kirkjan hefur engar hendur hér í þessum heimi nema okkar sem kölluð höfum verið til að leiða kirkjuna og feta í fótspor frelsarans hér á jörð. Og það eru reyndar miklu fleiri hendur en okkar sem eru hér samankomin í dag. Þetta á við allt skýrt fólk sem ber merki krossins á enni sínu og brjósti. Starfsmannastefna þjóðkirkjunar er sérstök umfram önnur félög og eða stofnanir vegna þess að þjóðkirkjan er bundin tvenns konar skilningi, hinum ytri sem er skilningur laga og reglna og hinum innri sem er guðfræðilegar forsendur hennar. Stór hluti starfsfólks kirkjunar landið allt er í ólaunuðu starfi, sjálfboðin í þjónustu og skipta þau þúsundum. Þar á meðal er sóknarnefndafólk, söngfólk í kirkjukórunum, meðhjálparar hringjarar, aðstoðarfólk í barn- og æskulýðsstarfi og öðru safnaðarstarfi, félagar í safnaðarfélögum og kvenfélögum og einnig starfa á vegum þjóðkirkjunar sjálfboðaliðar í nefndum og ráðum, en það eru líka launastarfsfólk. Hér á landi erum við á eftir löndum Evrópu í þróun málavarðandi kirkjuna og áhrif hennar á menn og umræðu. Undanfarna áratugi hafa Vesturlandabúar almennt lifað við öryggi og velsæld og í þannig ástandi hugsar fólk ekki mjög til þess að þurfa á neinu né neinum að halda til að lifa sínu daglega lífi. Þessi þróun hefur áhrif frá suðri til norðurs og er Ísland eitt af þeim löndum sem bylgjan skellur einna síðast á. Þetta á við til dæmis í fækkun meðlima kirknanna í hinum vestræna heimi og minnkandi þátttöku almennings í starfi kirkjunar. Þessi þróun í nágrannaríkjunum undanfarna áratugi náði ekki hingað til lands að verulegu leyti fyrr en á þessari öld. Viðsnúningur er að verða á meginlandinu og í Skandinavíu og væntanlega skellur sú bylgja á okkur einnig eftir einhver ár. Könnun sem gerð var í Svíþjóð kirkjuna þar sem spurt var hvort kirkjan ætti að taka þátt í samfélagslegri umræðu og þar með hafa áhrif á samfélaginu. Þessi könnun sýndi að fyrir 10 árum voru 40% svarenda þeirra skoðunar að kirkjan ætti að taka þátt í þjóðfélagslegri umræðu og hafa áhrif á hana, en nú, 10 árum síðar, er 57% svarenda á þeirri skoðun. Það eru sem sagt fleiri á því nú en fyrir 10 árum að kirkjan sé meiri þáttakandi í þjóðfélagslegri umræðu. Hér á landi fer samanburðurinn á 18 ára tímabili úr 54,5% í 40,1%, sem sagt því er öfugt farið en í Svíþjóð. En það eru margir sem elska kirkjuna sína hér á landi.
Á vísutessíum mínum um landið hitti ég fyrir það fólk. Þau hafa áhyggjur af lækkandi sóknargjöldum sem duga hjá sumum vart til að greiða tryggingar, hita og rafmagn. Tónlistarstarf og annað starf sem kostar fjármagn er ekki hægt að hafa. Þið sem í sóknarnefndum sitjið eða hafið setið þekki þetta og ég fullyrði að þúsundur land allt halda við menningarminjum þjóðarinnar í sjálfboða vinnu í viðhaldi á kirkjuhúsunum sem mörg hver eru friðuð. Þjóðkirkjan er biðjandi, boðandi og þjónandi kirkja og sinnir hlutverki sínu sem slíkum landið allt. Ríkisvaldi gerir kröfu það og er það eina kirkjudeildin í landinu sem hefur það lögboðna hlutverk að hafa þjónustu landið allt. Þjóðkirkjan hefur því þéttriðið þjónustunet þar sem háskólamenntað fólk er valið til að sinna þjónustu við fólkið í landinu. Þannig hafa kirkjan og þjóðin átt samleið langan aldur, átt samfylgd á stórum stundum í lífi fólks. Þjóðkirkjan er í mínum huga kirkja sem er reiðubúin að mæta fólki þar sem það er statt á lífsins vegi í anda Jesú Krists sem sendi lærisveina sína út í krafti valdsins til að skýra og kenna. Sú kirkja sem biður, boðar og þjónar þeim sem til hennar leita og spyr ekki trúfélagsaðild. Í lýðfrjálsu landi þar sem trúfrelsi ríkir sem og frelsi til boðunar og bænaiðkunar er þjóðkirkjan fyrir fólkið og með fólkinu. Þess vegna hefur hún þetta þéttriðna net landið allt og skiptir landinu í einingar sem kallast sóknir, þar sem fólki gefst kostur á að tilheyra henni beint sem söfnuður eða óbeint sem íbúi á landsvæðinu. Þjóðkirkjan þjónar fólkinu í nærsamfélaginu, boðar ekki aðeins í orði heldur einnig í verki. Það er kirkja sem er samhljóma þótt raddirnar séu margar og þá skilgreiningu vil ég nota þá kirkju sem ég leiði sem biskup. Það er fagnaðarefni að ný sálmabók hefur litið dagsins ljós og henni verður dreift á kirkjuþinginu helgina. Sunnudaginn 13. nóvember á kristniboðsdaginn mun hún verða formlega afhent. Hún verður svo tekin í notkun í kirkjunum þegar hún er komin í hús á hverjum stað og verður það gert á formlegan hátt. Kristnum boðskap þjóðkirkjunar er ekki þvingað upp á neinn sem ekki vill heyra hann eða meðtaka. Þannig sýnir kirkjan þjóðinni að henni er ekki sama þau sem hér búa. Hún ber virðingu fyrir lífsskoðunum fólks og fagnar því þegar hún finnur að almenningur treystir henni fyrir samleið á stórum stundum lífsins. Það er meira virði í því að eiga samleið með þjóðinni en að vera í sérstökum tengslum við ríkisvaldið. Hið síðarnefnda er lagatæknilegt atriði en hið fyrrnefnda snertir mennskuna og það hver við erum sem einstaklingar og þjóð. Á heimasíðu þjóðkirkjunnar greinaflokkur sem nefnist fólkið í kirkjunni. Þar er rætt við fólk sem hefur gefið sóknarkirkjunni sinni af tíma sínum og kröftum. Einn viðmælandinn orðar það þar að fólk verði að hafa einhverju hugsjón ef það ætlar að starfa í kirkju. Það sama á við á öðrum kirkjulegum vettvangi en í sóknarkirkjunni. Við höfum verið kölluð til þjónustu í þjóðkirkjunni og treystum því að Guð muni ganga með okkur veginn þann. Kirkjuþing er nú sett í 64. sinn. Við höfum mismunandi hlutverk í kirkjunni, en öll erum við í sama liðinu og stefnum að sama markinu, að kærleiksboðskapur Jesú Krists komist til skila. Það er ábyrgð kirkjunnar að boða von, sagði Panerek Sigstad Munk, grænlandsbiskup, í viðtali við kirkjan.is og Dr. Panti Philippus Musa, erkibiskup lútersku Kristskirkjunnar í Nígeríu og forseti lúterska heimsambandsins, bætti við að kirkjunni bæri að upplýsa fólk og valdefla. En viðtalið við þau var tekið eftir að þau hefðu sótt Arctic Circle ráðstefnuna í Hörpu. Kirkjan okkar má ekki sofna á verðinum. Hún þarf á því að halda við stöndum saman að koma fagnaðarerindinu til skila, að við höfum tilfinningu fyrir því að við erum öll í sama liðinu í því verkefni. Það er gott að hafa í huga orð Páls í Rómverjabréfinu. Við höfum á einum líkama marga limi en limirnir hafa ekki allir
sama starfa. Og í Rómverjabréfinu segir, og þetta í Rómverjabréfinu 12. kaflanum, og í Efesusbréfinu segir Páll: við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi og tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikann í kærleika og vaksa í öllu upp til hans sem höfuðið, Kristur. Hann tengir líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug inna sína þjónustu af hendi, allt eftir þeim krafti sem hann úthlutar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaksa og byggjast upp í kærleika. Þetta ein mynd sem við tökum með okkur hér og skrifuð í Efesusbréfið. Dagskrá þessa 64. kirkjuþings sýnir að margt þarf að ræða og ákveða. Mér sýnist mörg málin vera afgreiðslumála meðan önnur þurfi meiri umræðu og skoðanaskipti. Í síðasta mánuði sótti ég heimsþing Alkirkjuráðsins sem var haldið í 11. sinn frá stofnun ráðsins árið 1948. Þar þarf að ná samstöðu ýmis mál með fólki sem kemur frá öllum heimsálfum og ennþá fleiri löndum. Fólki sem býr við mjög mismunandi aðstæður og fljótlega lærist manni hvílík forréttindi við búum við hér á landi, bæði sem þjóðfélagsþegn og meðlimur þjóðkirkjunnar. Þar þarf að ná samstöðu í afgreiðslu mála þar sem fulltrúar 352 kirkna koma saman frá 120 löndum sem samanlagt tilheyra 580 milljónir kristins fólks. Og það tókst að koma saman ýmsum ályktunum og stefnum sem líta munu dagsins ljós í orðum og verkum þeirra sem fylgja þeim eftir. Kirkjuþingið hér tekur ákvarðanir framtíðina, því framtíðin hefst hér og nú. Ég bið kirkjuþinginu farsældar í störfum sínum. Ég þakka biskup Íslands fyrir ávarpið. Ég þakka dómsmálaráðherra Jóni Gunnarssyni fyrir hans ávarp. Það samhljómur í öllum þessum ræðum sem hér hafa verið fluttar í dag. Nú býð ég ykkur til móttöku í Katrínartún 4. Þar býður ykkur matur, léttur matur, en þessum fundi nú frestað, en fundi verður svo framhaldi í Katrínartúni klukkan 1. Fundinum frestað. En býðið augnablik, hún Guðrún Finnbjarnardóttir þarf aðeins að eiga við ykkur nokkur orð, en ég ætla að stökkva fram í viðtal. Komiði sæl, þannig mál með vexti að á laugardögum og sunnudögum ekki hægt að fara upp á 3. hæð í lyftunni án þess að vera með innanhús spjald. Þannig að ég bið ykkur og sérstaklega ykkur sem eru ný, að sýna þolinmæði og við verðum þarna starfsfólkið við báða innganga bæði á jarðhæðinni og -1 og við munum og þurfum að fylgja ykkur upp í lyftunni. Þannig ég ætla að biðja þá starfsmenn Jóna, Elín, Guðmundur að dreifa ykkur á inngangana þannig að allir komist upp. Takk fyrir.